Já, verið velkomnir árið góðir hér í KA TV. Hér að fara að hefjast æfingarleikur KA og Fylkis hér á Greifavellinum. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér Aðalsteinn Halldórsson. Velkomin Steini. Já, þakka þér Gústi. Þetta verður áhugaður leikur. Já, þessi lið mættist nú fyrir vetur í lengjunni hérna fyrir norðan. Það sem að Almar Ormarsson skoraði eftirminnilegt mark. Já, stórkostlegt mark. Já, það kannski smá vindur, við þurfum að vera úti því það ekki búið að klára sjónvarpsaðstöðuna hérna á Greifavellinum. En við kannski byrjum kannski að kíkja aðeins á lið gestanna. Rétt áður en að leikurinn hefst. Það kemur hérna upp. Í markinu hann Aron Snær Friðriksson. Útileikmenn eru svo Ásgeir Eyþórsson, Orri Sveinn Stefánsson, Daði Ólafsson, Ragnar Bragi Sveinsson, Arnar Gutti Ragnarsson, Þórður Gunnarsson, Nikolás Gunnarsson, Arnór Borg Guðjónsson, Jair Farfit Williams og Helgi Valur Danielsson. Þetta öflugt lið á gestunum. Þú kannski rennir svo yfir KA-liðið þegar leikurinn byrjar. Sýnst við bara að fara að hefja þetta. Já, dómari leiksins Sigurður Þór Hjartarson, eða ekki? Akkurat. Það er svo langt síðan fótbolta maður er búinn að gleyma hvað þessi helstu heita. Sigurður Þröstur sem ekki nefna við Þór. Já, akkurat. En já, þetta farið að staða hérna hjá okkur og fáum vonandi eins og segi hörkuleik og þetta 2 lið hér í Pepsi Max deildinni. Já, ekki að renna bara aðeins yfir lið KA, hvernig það er? Jú, endilega. Það er Aron Dagur sem er í markinu og í vörninni eru þeir Hallgrímur Jónasson og Brynjar Ingi Bjarnason og Mikkel Kvist. Þetta var svakalegt högg sem að Ívar Örn fær þarna. En hann er harður af sér. Svo við svo sem þekkjum hér í KA. Já, Ívar komin í 5-una. Já, það verður vantalega í stór hlutverki í sumar. Já, hann verður með okkur í allt sumar vantalega núna en hann getur farið til Bandaríkjanna í haust. Ég skilst það já, hann hafi klárað sitt. Já, svo eru vangbækverðinir, það er Hanna Björn og Ívar Örn. Það er hérna einhver skætingur, Mikkel Kvist og... Já, það byrjar með látum sko. Það er mínúta búin að leiknum hérna og... Menn er ekki rólegir í tíðinni hérna. Nei, það greinlega menn eru mjög æstri að fá að spila fótbolta eftir þessa löngu pásu. En já, á miðinni er það Bjarni Aðalsteinsson og Almar Ormarsson og... Fyrir framan þá fremst eru Grímsi og Djibril Abubakar og Nökkvi Þeyr Þórisson. Já, gaman að sjá til Djibril Abubakar. Hann er komið leikheimild og fær því núna að spreita sig. Lítur bara að vera fyrsti nýgriðumaðurinn til að spila með KA. Man ekki eftir þeim. Já, ég held ég sé óhætt að fullyrða það. KA hérna með innkast, Mikkel ætlar að fleygja þessu. Já. Djibril er mitt hár í loftinu, það spurning hvort að Mikkel sé að reyna að finna hann. Svakalegu bolti hérna. Þetta er bara svo spyrna og barningunni í tegnum en þessi enda fyrir aftan endamarka KA fær hornspyrnu. Þetta er eiginlega bara betra en spyrna þessari innkostið. Þú getur stýrt boltanum eiginlega betur með höndurum heldur en fótunum. Þetta er eiginlega ótrúlega vopn að hafa. Já, það er vonandi við náum að nýta okkur þetta í sumar. Það er Bjarni Aðalsteinsson sem ætlar að taka svo hornspyrnu. Hér kemur hún á nærsvæði Arnór Gauti Ragnarsson. Spyrnir þessu frá og þessi endar í innkasti. Það er bara þokkaleg mæting hérna á hana leik. Já, það er eins og með leikmennina. Fólk árið mjög æsti að fá smá íþróttaskamt í æð. Akkurat. KA að spila í glænýjum REA-búningum. Já, og bendum við mitt áhugasöfum á að fara bara á REA.is og panta sér búning ef það er ekki búin að því. Þetta eru glæsilegi nýju búningarnir. Landsliðið fer úr REA og KA tekur við bara. Það er, þú getur ekki verið með 2 stóra kuna sko. Nákvæmlega. REA laði hart að því að skipta. Já, loka þessum díl. En það er eitthvað svolítið gaman að segja frá því að þetta er fyrsti leikur sem KA TV sýnir hérna á Greifavellinum frá sumrinu 2016. Já, það er
þokkalegu tími. Og síðasti leikur sem við sýndum var líka þokkalega sögulegur því það var 1-0 sigur á móti Selfoss sem tryggði sæti í efstu deild eftir 12 ára fjárveru. Já. Þannig að við gerum smá vonir að þetta verði alveg leikur hérna. Engin pressa. Engin pressa. Eins og glöggir áhorfendur sjá þá kannski búið að færa leikvöllin aðeins. Já, sérstum þokkalega að það eru hvíta línur hérna sem völlurinn var. Já, færa stúkuna meira nær miðinni. Þetta er búið að vera á döfinni lengi. Já, Grímsi með sendingun á Nökkva sem er ástæður. Þetta er rétt. Já, það frekar að völlur var alveg farður nær stúkunni. Já. Það sé auðveldar heldur en að færa stúkuna. En já, það er smá rok hérna, við eins og segi erum úti. Bara afsökum það séu kannski smá hljóð í vindinum með okkur. Fylkismenn komið hérna á 50-daginn og léku við Þórsara. Sá leikur fór 2-2 eftir að Þór kom til 2-0. Já, með grunar að ræða hjá Atla Sveini Þórarinssyni hafi nú verið þokkalega hörð, hann hefur ekki mætt í Norður til að tapa fyrir Þór. Nei, ég sá nú ekki allan leikinn en fyrir áleikurinn það var aðtapur en þeir spýtti í seinni áleik. En Fylkismenn eru konur hérna upp. Mikael vinnur boltan en dæmdur brotlegur. Já, þetta er rétt að þokkalegt púss þarna hjá honum. Brýtur þarna og Þórði. En já, þetta er finnst í séns þetta fyrir gestina. Daði Ólafsson ætlar að taka þessa spyrnu. Hatti skallar þetta frá, boltinn endur á Helga Val sem gefur hann Arnór Gauta. Grímsi kemst í boltan. Grímsi Hallgrímur spyrnir sig fram í átt að Djibril. Hérna er Ívar með sendingun inn á Abu Bakar en Aron Snær spyrnir þessu frá. Fyrsti grasleikur KA á tímabilinu og fyrsti leikurinn í 2,5 mánuð. Já. Það verður svona áhugavert að sjá stöðuna á liðunum. Þetta er alltaf stutt í að mótið hefjist. Fylkismenn koma hérna upp. Hallgrímur Jónasson skattar þetta út af. En já, talandi hennar leik sem við sýndum síðast á Akureyravelli, það var alltaf Ásgeir Sigurgeirsson sem skoraði mark KA í þeim leik. Hann er aftur orðinn klár og er á bekknum hér í dag. Það var mjög jákvæð tíðindi að Ásgeir sé allar að koma til. Já, og sérstaklega í fjárveru Elfars Árna, þá þurfum við virkilega á honum að halda. Akkurat. Hér er Arnór Gauti með langt innkast. Boltinn endar hjá Hallgrími Mar sem að með mér sem hreinsur sem endar hjá Þórði Gunnari. Arnór Gauti með hann hérna við vítategin. Hér er Arnór Guðjónsson en Ívar fer fyrir þetta. Ívar Örn. Sýnst Fylkismenn vera að beita sama vopni og KA. Það er löngu innköst. Já, þá ná kannski alveg sama sem er lengt og hjá Mikkel. Ekki Mikkel heimsmeistari í innköstunum. Eftir Órita Lapp. Það var þetta hrikalega vel gert. Já. En endar hjá Aroni í markinu. Aroni glæsilegri bleikri markmannstreyju. Já, ber hana einstaklega vel. Hrannar með langa bolta á bróður sinn. En Fylkismenn komast inn í þetta. Ívar missagnaði hann á Þórður komst inn í milli en
auðveld fyrirgjöf sem að Aron Handsamar liði verið svona aðeins vera ströggla aðeins með að halda boltanum á vellinum. En það kannski... Það er svona sem sést líka alveg á vellinum og hann hefur alveg verið í betra standi. Já, mjög þungu vetur hérna á Akureyri. Það var eiginlega alveg glórulaust vetur hérna fyrir norðan að allt þar með voru búin að skafa á vellinum þá bara kyngdi meiri snjó. Það gerist held ég eiginlega 3 sinnum. Hér er brotið á Hallgrími Jónassoni, Arnór Gauti og sett þarna og fór aftan í Hadda. Sjáum þetta þannig að aftur. Næ, náðu sér ekki alveg. Jæja. Brynjar með langan upp í horn og Ívar en þetta er ekki nákvæmt og endar í innkasti. Já. Segir bara strax að það verður aðeins minna endursýningar hjá okkur heldur ofta áður. En Abu Bakar vinnur boltan hann en Ívar ekki alveg. Þetta var góð pressa hjá okkar manni Jibril. Já, Jibril Abu Bakar. Hann er vinnuhestur og er líka eins og segis hávaxinn. Ungur leikmaður. Já, og hann hefur vakið mikla athygli hjá stórum liðum í Evrópu, þannig að það er alveg magnað. Það verður gaman að sjá hann spila svona alvöru meistaraflsbolta í vetur. Já, sammála því. Og Hallgrímur maður með hornspyrnuna. Og þetta var nú bara skot, enda skoruðu nú Þórsarar beint úr hornspyrnu á móti Fylki á hundaginn. Já. Og Ólafur Aron sem að snér hann bara ekkert ósvipað þessu. Já, eiginlega alltaf jafn. Ég held ég muni aldrei vennast í að heyra Ólafur Aron og Þór í sömu setningu. Já, hann er nú í stúkunni hérna með pabba sinum að horfa á leikinn. Já. Bjarni með hornið. Og þeir skalla þetta frá Almar í baráttunni. Brotið á honum en ekki dæmt. Hrannar með skiptinguna á Hallgrím sem er í ákjósanlegri stöðu og skotið rétt framhjá. Já, sjáum það aftur. Þetta er ágætis skotstaða hjá Grímsa en hittir ekki ramman. Gleymdi að segja að það verður aðeins minnum endursýningar hjá okkur eins og heldur ofta áður. Ég er bæði að mynda að lofa stýra útsendingu. En við gerum okkar besta hérna á KTV. Þeir eru Fylkismenn í miklum vandræðum og boltinn endar í horni. Þetta var furðulegu boltinn aftur tilbaka á markmann. Já. Og erfitt fyrir Aron að taka við þessu. Það var eina vitið að bara reyna að koma þessu bara aftur fyrir. Einhvern veginn að koma þessu frá. Þetta var mjög först sending tilbaka á lofti. Já, einmitt. En Hallgrímur með hornspyrnuna og þetta skalla Brynjar Ingi framhjá. Orri Sveinn með sendinguna, Bjarni kemst inn í þetta en Fylkismenn á að halda þessu. Keyra hérna upp vinstri vænginn. Spila þessu aftur, Ásgeir. Helgi Valur með háan bolta. Hallgrímur Jónasson en Arnór Gauti vinnur boltan og þetta endar í hornspyrnu. Fór síðast af Hallgrími Jónassoni. Já, það er töluvert líf í þessu. Bæði er búin að fá þó nokkrar hornspyrnur strax á 12 mínútunum. Það tekur líka alltaf smá tíma bæði að bara venjast í að vera komin aftur í leik. Já. Og svo alltaf líka bara að vera að spila á Greiðavellinum. Bermúdamaður með hornspyrnuna. Kann ekki alveg að bera frá nafnið hans. Boltinn endar hjá Helga Val en Mikael Kvist fer fyrir þetta og þetta endar í hornspyrnu. Já, Mikael góður að það. Já, hann Jair Williams. Já. Hornspyrnan
Dagur kýlir þetta fram, boltinn endar þarna hjá Arnari Gauta en missir hann aðeins frá sér og Almar með langa bolta fram á Hallgrím og KM með mikið svæði en þessi sending var ekki alveg nákvæm á Jibril. Nei, þetta var eiginlega illa gert og góðri stöðu, voru vel 3-2 þarna og með venjulegri sendingu hefðu við verið komnir í ansi ákjósanlega stöðu. En já, það er bara þó nokkur fjöldi af áhorfendum mætt á leikinn sem er virkilega gaman. Langur bolti hérna, Ívar í baráttunni við Þór Gunnar og þetta er innkast. Arnór Guðjónsson missir boltan þarna og boltinn er upp í lofti. Jibril gefur ekki Tommu eftir. Þetta var spaugilegt. Hann starði í bringuna á honum. Ragnar Bragi, fyrirliði Fylkismanna. Já, ég veit. Sko, persónulega myndi ég ekki svona hátt upp, þannig ég hef ekki lítið hlegið að þessu. En já, þetta er stór og öflugur drengur. Daði með spinnuna og þetta er klárt brot á Almari þarna inn í teig. Ásgeir Eyþórsson. Hann kemur þetta. Ég held að verði ansi mikið svona menn of seinir í tæklingar og ónákvæmar sendingar og svona í þessu fyrstu æfingarleikjum. Já, heldur betur hætti því, menn er búin að æfa mikið, er aðalega bara liftingar og einhver hlaup. Já, það kemur sko, svo náttúrulega flest liðin bara gervigras í allan vetur og svo bætist COVID ofan á það og lítil leikæfing og þannig að það er spurning hvernig þessi æfingarleikir fram á móti verða. Það hefur voru komið meiri gæði í þetta þegar alvaran byrjar. Já, vonum það. K.A. ná frá að spila á þriðjudaginn við Magna æfingarleik. Já. Og svo alltaf liðið í suður í æfingarferð. Mætir IBVF, veit ég, á Hásteinsvelli. Já. 7. júní. Já, nákvæmlega, þú veit. Ég fletti þessu upp á hann, þess vegna myndi ég þetta. K.A. spila boltanum með aftur, Aron Dagur fær hann og flengir þessu upp í loft. Þetta endar hjá Almari. Almar og Bjarni, Almar með boltan hérna, K.A. keyrir upp hægra megin. Almar gefur hann á Hallgrímar sem skiptir yfir til vinstri á reynir að gefa hann Ívar en Fylkismenn komast inn í. Sjáu þið bara þenni Jibril. Já, hann er mjög skrefalangur, hann fer bara völlin í. Ég er ánægð með hann er greinilega mættur til þess að sýna sig og sanna. K.A. ætlar að senda stóru mennin á tegin. Hallgrímur tekur spinnuna og Mikkel og fleiri komnir inn á teig. Hallgrímur á fjarstöngina og Brynjar Ingi skattar þetta fyrir en þarna mátti litlu muna. Boltinn endar hjá Ragnari Braga sem gefur hann aftur á Grímsa. Almar gefur hann aftur á Aron Dag sem setur hann á nökkva þarna sem fjalli við en ekki dæmt. Fylkismenn keyra, nökkvi brýtur á sér. Já, enn aukaspyrnan. Jer Parvit Williams ætlar að taka þetta. Þetta er beint í vegginn. Beint í vegginn á nökkva. Svakalega veggur. Já. Ragnar Bragi með skiptinguna á Jer. Ragnar Bragi hér á Arnór Borg.
missi boltan og Káa keyra hér upp. Almar með boltan á miðjunni, gefur hún til hægri á Nökkva Þey. Hrannar kemur með utanarhlaupið á Djibril og sem reynir að fallmikjanum aftur á Nökkva, en þarna vantaði aðeins. Það var fín hugmynd. Já, og bolti fyrir innkast, þá vantaði að kemur Mikkel Kvist. Svo náttúrulega líka með Ívar. Hann getur líka kastað boltann ansi langt. Þannig að það er spurning hvort að liðið verði ekki bara hrætt við að gefa okkur innkast í sumar. Já. Við þurfum bara að fá mörk úr þessu. Hér kemur það. Og þetta hlýtur að vera mark, hann varðan með hendinni. Ragnar Bragi varði boltann með hendinni. Hann var inni í markinu, sýndist mér. Það hlýtur að vera mark. Dómar Sigurður. Mér sýndist að vera komin inn boltinn. Já, ég er ekki frá því. Hann sló hann í burtu. Ég þarf nú að sjá hver náði að skalla hann inn. Þetta var frábær markvarsla. Þetta var pjúra hendi. Sjáum endursving eftir smá stund. Þú maður sjá hvað verður hér. Já, þeir flauta mark. Þetta er mark. Ok, hérna sjáum við þetta aftur. Það kemur boltinn og sjáum hann kýlir hann bara lengst í burtu. Brynjar Ingi. Sjáum þetta aftur, hérna kemur boltinn, hár. Og, Ragnar Bragi gerir heiðarlega tilraun til að verja hann. Ég er enda kannski ekki alveg þess að hann verið komin inn, en hann hefði allan daginn endað í markinu og þeir gefa bara markið. Og Káa er komið í 1-0 hérna. Brynjar Ingi Bjarnason. Við vorum að tala það fyrir innkastið að Káa þyrfti að nýta sér þetta og það gerði þessu sannlega þarna. Já, þetta er alltaf svakalegt vopn að hafa. Hvað gerist hér? Arnór Gauti aðeins og setja í þetta og fær bara gult spjald. Það er... En Sigurður Hjörtur. Káa kom í 1-0 eftir 21 mínútu. Já, en rauninni áhugavert sko. Ok, markið stendur bara, en leikmanninn er ekkert refsað fyrir það rauninni að kýla bolti í burtu. Já. En kannski af því að boltinn er komin inn í markið að mati dómarana þá telur þetta ekkert. Já, þetta er auðvitað mjög óheiðarlegt að reyna allavega. Já, frækt atvik þegar Suárez gerði þetta á HM. Varði boltan að fengu víti og klikkuði vítinu Ganamenn. Jú, einmitt og Uruguay vann. Nei, Ghana vann sem sagt Uruguay. Nei, Uruguay vann, já. Uruguay vann svo í vítaskeiðinni. Það borgaði sig hjá honum. Já. Ragnar Bragi, íslenski Suárez. Ég held að þetta séu svolítið bara hálf ósarfu viðbröð að einhvern veginn reyna að koma í veg fyrir mark. Já. Eins heimskulegt og þetta er sko. Eða þú farið uppspjald og liðið þetta farið allan leikinn. Við skulum vona samanburðum við Suárez stoppið þarna. Hann mun ekki býta þeim frá sér hér í dag. En já, þetta mark ansi gott hérna og hætti því að gestirnir gefi enn meira í núna. Þeir hafa svo sem reynt að þjarma svolítið að okkur og fengið hérna. Já, þetta var bara búið að vera þó nokkuð jafnt hérna. Svo náttúrulega spurning núna var náttúrulega svolítið skiptingar í leiknum. Náttúrulega koma nýja reglur með skiptingarnar í sumar. Akkurat, 5 skiptingar. Hér er Hrannar með, reynir að gefa henni upp á Nökkva en fylgist með að komast inn í þetta. J.R. Williams með boltan hér á miðjunni. Hrannar. Það er æsingur í þessu. Já, mig grunar að menn séu hóttir ansi spenntir að fá að spila fótbolta. Það brjótist þeir út í dag í smá baráttu. Innan skynsamlegra marka vonum við. Já, sjálfsögðu alltaf var hræðilegt að meðast á þessum tímamóti núna. Markaskorarinn Brynjar Ingi með hann aftast. Já, hann hefur ekki skorað mikið.
Hann vil skora mikið í undirbúinstímabilinu, hann alltaf spilaði svona fyrsta alvöru sísoni fyrra með KA. Hér er góð sending að Bjarna upp á Ívar, sem reynir fyrirgjöf, en já, það var vel gert hjá Ragnari Braga. Hér kemur boltinn og Sigurður Hjörtur stöðvar þetta. Fylkismenn taka þetta stutt, en þetta var ekki á réttum stað. Var einhver vilja að reykjast þetta hvort þið ætti bolta greinilega. Já, og heyrði allavega að það var einhverju leikmenn að kalla hver á bolta. Sigurður Magni mættur. Sé að Jón Heiðar bróður hans þarna. Allir þessi helstu mættir að horfa á leikinn. Já, eins og segi, það var eiginlega gaman ef að myndalinn væri réttu megin. Þá getum við sýnt bara hvað það er góð mæting. Hér er Jer Williams með boltan á Daða Ólafsson með fyrirgjöf, flott fyrirgjöf. En Hallgrímur Jónasson skallaði þetta frá og Ívar kemur svo burtu í innkast. Já, ég er alveg viss það að Óli Stefán mun læra töluvert af þessum leik. Sérðarlega það svona vantar aðeins upp á skipulagi varnarlega. Það svona verið svona sérstaklega svona seinniboltinn sem hefur verið að skapa smá hættu en við höfum stoppið hingað til. Já, margt svona sem er þetta fínpúsa sem æfingarleikur fram á móti. En hérna enn ein hornspyrnan hjá gestunum. Daði með spyrnuna og þetta endar hjá Aroni sem kastar honum á Íbril sem er brotið á þarna og hann liggur eftir sem ég segi, það er ekkert rosalega mikið flæði í leiknum. Nei. Það er annarkvort innkast, brot, boltinn út af, þetta er svolítið einkennandi fyrir hennar leik. Já, heldur betur. Það býður kannski ekki völlurinn upp á einhvern samba bolta í dag. Nei, því miður og það hefur svo sem gert lítið af því undanfarin ár. Já, óhætt að segja það að þessi völlur er orðinn ansi slæmur. Það er barnsins tíma. Já. Frægur leikur gegn Stjörnun hérna síðasta sumar sem var helli rigning og það myndi eiginlega miklu meira mýrabolta heldur en fótbolta. Hér er Bjarni ekki dæmt. Nei. Mikael undan í boltan, gefur hann á Aron sem að spyttir þessu út af Abubakar var rangstæður þarna, lét hann vera. Já, hann dæmdur inn í þessi. Enn og aftur brot. Já, þetta er eiginlega... Það hefur verið gaman að hafa tölfærað yfir brot og... Já, við erum vanið því hérna í KA10 en því miður þá náðu við ekki í dag. Það minnir svolítið svona á neðrideildarbolta á Englandi núna. Það er svona hárbolti, brot, en þetta leifa aðeins meira þar. Já. En hér er Hallgrímur Mar með boltan og Fylkismenn koma þessu frá, boltinn endar hjá Aron í markinu. Já, að vera búin að 28 mínútur af þessu og eins og ég búið að vera svona frekar fjörugur leikur þó að eins og stoppin sé búin að vera ófá. Þá er greinilegt að bæði liði ætla sér að komast á blaði hérna. Eins og viðast velveringar á vindinum hérna. Við þurfum því miður að vera úti með græðurnar til þess að ná að sína hann leik. Ragnar Bragi kloppaði hatta þarna en sendingin rattaði ekki á neitt Fylkismann. Helgi Valur og Djibril brýtur hjá Ragnar Braga.
Þeir taka þetta stöðut Helgi með hann hérna hægra megin og reynir að gefa hann inn á Arnór Gauta en Hallgrímur bæðar þessu frá. Og Káa hér með boltan, Bjarni og Hallgrímur leika sinna á milli og Hallgrímur reynir að skipta yfir á Hrannar en Daði komst inn í þetta en Nökkvi vinnur boltan aftur og Hrannar með hann hérna í fyrirgjafarstöðu og þetta fer í Daða og aftur fyrir hornspyrna. Já, ég sé svona breyting á hérna hvernig maður upplifir þetta. Ég var alveg vonst fyrir innkasti. Hef sætt mig góð í hornspyrnuna. Grímsi mun kom með einhverja alvöru spyrnu. Svo gáða minn fjölmenn í teginn, sjálfsögðu. Hallgrímur með spyrnuna og Brynjar skallar þetta áfram á Mikkel hér. Reynir að skjóta hann við Fylkismanninu en þetta virkaði ekki og Fylkismenn koma inn í skyndisókn, Jerry Williams. En Brynjar Ingi hann að klikka á að koma sendinguna áður að hljópið við miðjupunktinn. Þegar við ekki var orðin rángstaða þarna. Því að þarna var no pláss. Þetta allir trukkarnir hjá Káa, þessi þrír varnarmenn frammi. Nökkvi pressar hér. Það verður gaman að sjá Nökkva í sumar. Átti góða rispur síðasta sumar þegar hann kom oft inn á. Það aukna ábyrgð í sumar. Já. Þeir bræðu báðir öflugir og skemmtilegir leikmenn. Hallgrímur með sendinguna hér á Hrannar. Á Nökkva. Gefur hann Hallgrím en Helgi Val kom á blindulhliðin og vann boltan. Hér er Arnór með boltan á Jer. Þetta er laglegt spil hjá Fylkismönnum, Helgi Valur hérna. En Káa-liðið fljótt að koma sér í stöður. Mikkel grimmur þarna. Ívar með þarna var eitthvað miskilíkur í vörninni en þetta blessaðist allt. Sjáu þessi skrefa lengdina hjá Djibril. Þetta er svo glæsilegt. Ég held að séu fáir sem að geta haldið yfir hann þegar hann fer að sprettin. Hann er dæmdur brotlegur hér, Ragnar Bragi. Ekki sáttur. Vil meina að þetta hæðamunurinn gríðarlegur á þessum tveim eins og sást á það þegar þeir voru upp okkur öðrum eitthvað ósátt við okkur annan. Hallgrímur með aukaspyrnu hérna. Og þetta ekki alveg nægilega góð spyrna. Fór ekki við fyrsta mann. En Almar er með hann hérna hægra megin og gefur hann fyrir. En þetta endar í höndunum hjá Arni í markinu. Hallgrímur vinnur skataboltan. Hallgrímur Jónasson komið framalega. Þetta er óalgeng sjón. Hann hefur ekki skilað sér tilbaka. En það eru Húsavíkurbræðurnir hérna aftastir í vörninni eins og staðan er núna. Hallgrímur, nei, Hrannar brotlegur, þetta er gult spjald. Nei. Fær bara tiltal, þetta var svokallega reynslubrot. Já, allir úr stöðum og já, fær bara tiltal. Svona hefa tilfylgja að menn megi gera svolítið í dag. Sér til þess að þú mátt kýla boltan í burt frá marki og það var ekki svona spjald.
J.R. Williams með slaka spyrnu og Ragnar Bragi setur þetta aftur inn. Hrannar gefur hann fram á Nökkva. Nökkvi á Hallgrímar og J.R. Williams vinnur boltan á Hallgrími. Vel gert hjá honum. Já, leikinn með boltan. Fylkismenn koma þetta upp hægri vænginn. Daði með sendingu sem fer beint á Mikael og Bjarni með henni á miðunni á Ívar sem nær ekki gefa hann upp á Abubakar. Daði sendingu sem Hallgrímur kemst á undan. Hallgrímur Arnór leikur hér á nokkra káamenn. Sjáu þið Jibril. Hann vinnur samur. Langar að sýna sig. Þetta hafa búið að vera hérna heil lengi og ekki fá að spila neitt fótbolta. Nákvæmlega. Þess að vona að þetta sé eitthvað þannig að hann viti að hann spili fyrri hálfleik eða 60 því að slíkur er ákafið 9 ánum. Ég held að hann endist ekki 90 mínútur svona. Eða hvað veit maður? Hér eru Mikkel Kvist og J.R. Williams í baráttu. Sér að varamenn K.A. eru farin að hita upp. Kannski að renni hver er á bekknum með K.A. Já. Það er Kristján Jæjaló og Rodri, Ásgeir, Steinþór, Andri Fannar, Ímir, Biggi Baldvins, Otto Freyr og Sveinn Margeir, Angantýr og Gunnar Örvar. Hér er einhver reikistefna. Ívar tók engastið á Hallgrím, brotið á honum, Ragnar Bragi. Já, þetta heldur áfram þessi brot nummer 100 í leiknum. Þetta móti ná að nýta okkur þetta. Væri... Já, K.A. fekk aukaspyrnu á hann á svipum stað aðeins utar og hún dreif ekki fyrsta mann. Það er vonandi að þessi verið betri. Hallgrímur með boltan og þetta var mjög betri spyrna, boltinn að draga Bjarna, brotið á honum en ekki dæmt. Daði með langa sendingu en þetta endar hjá Aroni. Já. Þessi var svo ekki mikið mótmælt. Kannski er þetta bara rétt að halda leikinn bara halda áfram þarna. Já. Það væri engu að síður mjög gott að ná inn markið viðbóð fyrir hálfleikinn. Og kannski auðvitað að gera fleiri breytingar á liðinu. Já, ég held að verði nú gerða þó nokkrar breytingar á báðum liðum. Allan að þeir fara að líða á leikinn. Fylkismenn náttúrulega að spila á annar leik á 50 daginn, þannig að þeir reyna að dreifa álaginu. Já. Bjarni með hérna gefur hann á Brynjar sem setur hann aftur á Aron sem er með langa sendingu en þetta er út af. Já, þetta sem ég svona aðeins á dottinu í tempói eftir það byrjaði frekar opið og skemmtilega. Já. Það er svo kannski hægt við því líka. Menn er svona fann að venjast í að vera fann að spila aftur. Ég held bara að þessi endalösu stopp á leiknum sé að drepa tempóið og flæðið í leiknum að það er alltaf, já, liðinu að ná svona litlum spilköflum sko. Já. En K.A. er með flotta takta hérna, sendingin á Hallgrímar.
sem eru undan. Brot hjá honum. Ekki dæmt. Já, ég viss að Óli Stefán Flóðsson hefði látið aðeins meira í sér herra. Þetta hefði verið gætisleikur. Já. Skap hundur. Það er að segja þegar það í leik komið. Þetta var fínt spil Keflavík HA. Bjarni í baráttunni vinnur boltan. Þetta var gott. Djibril farinn, bolti farinn. Já, rétt. Klárt. Sjáum að allir 3 þjálfarar Fylkis eru þarna. Það er að segja 2 aðal og 1 aðstofar. Ólafur Ingi Skúlason virðist vera bara aðstofþjálfari í dag og ekkert verið að fara að spila. Nei, allavega ekki hér í fyrirháleik. Aldrei veit hann að hann er ekki svona í takkaskóm og ekki að hitta hann. Ég býst ekki við hann spili sko. Nei, það er þessu vel rýnt hjá þér í aðstæður hérna. Mikkel með snöggt innkast en Ragnar Bragi kemst inn í þetta og KM innkast. Innkast á hættulegum stað, eins og hvernig ég hætti að segja núna. Já. En tala hóðspilin á hættulegum stöðu núna. Jæja, kemur Mikkel Kvist. Og það er Brynjar Ingi aftur. Þetta eru alvöru kúlur sem hann er að senda inn á teig þarna. Já, heldur betur. Erfitt fyrir markmannina hvort hann eiga vað í þetta eða ekki, eins og þetta og markið á hann. Þetta er virðist eins og sé að fara hann fer svo á fjærstungina, þannig að erfitt að eiga við þetta. Já, en það sjáum við þetta aftur. Svo að þeir lendi í vandræði með þetta en Brynjar bara hittir ekki ramman. KM brotlegir hérna. Það er spurning hvort að Binni verða á einhverjum skorbónus í sumar. Það með hvernig þetta var flottur á Prísisson, þannig að þetta verið hvetjandi fyrir hann. Heldur betur. Hér er J.R. Williams með boltan og Daði með fyrirgjöfuna, flott fyrirgjöf og Helgi Valur með skot yfir. Þetta er búið að vera flotta fyrirgjöfur hjá Daða þarna. Já, þetta er fýtt bolti þarna og Aron kýlir hann en svo sem þurfti þess að taka hann í fyrsta og það er erfitt að halda boltanum niðri þarna. Bjarni með langa bolta. Fylkismenn á þessu. Djibril með takkan hátt og lótt og færi gullspjald. Það var svona full glæralegt fannst mér. Já, átti að aldrei möguleika að komast inn á bolta þarna. Bentir enda Sigurði á það að hann hefði farið í boltan. Það er alltaf að Ramsjós að leikmaður vil meina það farið í bolta. Nei, þetta var bara hárrétt. Ég held að Djibril verið aðeins að pípa sig niður, hann er búinn að vera svolítið svona physical. Þannig er komin á gult núna. Einmitt. Kæmi að vísa eitthvað lítið óvart ef hann myndi taka fyrirháleikinn og Ásgeir kemur svo kannski inn í seinni eða hvað gerst þér. Sendinguna og Aron Snær í alls konar vandræðum. Djibril nær ekki að brotlegur eins og við vorum að tala um. Hann þarf aðeins að róa sig en þetta er nú bara þetta var svo sem aldrei ekkert alvarlegt. Langur bolti hérna á J.R. Aron Dagur. Markmennirnir skiptast þér á að vera hafa þessari útileikmenn. Þetta var enda bara vel gert hjá Aroni. Já, sammála því. Menn eru aðeins of grimmir á þrýðinginum og senda markmanninn út. Aron
Arnar Gauti flaggaði rangstæður. Já, fyrir að setjast í lok fyrir hálfleiks hérna. Það er eins og segi, gaman að sjá hvort þið fáum breytingar strax í hálfleik eða hvort að menn býðir fram á 60 mínútu eitthvað svoleiðis með þetta. En það er alveg klálega að reikna með því að það verði þó nokkuð skiptingar. Aron með spyrnu og Ásgeir Eyþórsson skallar þetta frá. Arnór Bjarni klárlega brottlegur þarna, togaði í hann og fylgismenn með aukaspyrnu. Daði sem ætlar að taka þetta. Spyrna hann Mikkel skallar þetta beint í andlitið á Bjarna. Fylgismenn á ekki að nýta sér þetta. Nei. Venjulegur leiktími að verða liðin hérna. Spurning hvort það sé einhver uppbótartími. Nei, það var bara engin. Og við förum inn í hálfleikinn með stöðuna 1-0 fyrir KA. Kannski reynum að sjá markið aftur. Við erum með þetta, held að þessi hér. Það kemur innkastið frá Mikkel Kvist. Sjáum við hérna, kemur Brynjar. Aron misreiknar hann og Brynjar Ingi skallar þetta og heiðarleg markmannstilraun hjá Ragnari Braga. Sjáum þetta hérna aftur. Þetta er rosaleg hendi. Ég er ekkert viss að boltinn sé komin inn sko. Ég held að hann sé ekki komin inn sko. En kannski að þetta er æfingarleikur þá kannski bara þægilega sér stöðinni að segja þetta sé mark og ekkert spjald. Og 11-11 bara útleikinn. En já, svo sem búið að vera áhugaður leikur. Nú fórum við kannski aðeins meira 4 í seinni. Minnum stopp. Algjörlega, vonum að veri aðeins meiri betri spilkafli á liðunum. Já, en við tókum smá pásu og komum svo að vörfum spori í seinni hálfleikinn. Sjáumst þá.
Já, þá fyrir síður hálfleikur að fara að hefjast hérna hjá okkur. KA í 1-0 fórystu. Og já, það er fyrsta breytingin. Rodrigo Gómez mættur. Og hvað? Almar Ormarsson sem fyrir út. Já, Almar. Þannig að tölfræðin grafíkin sem sjá þetta með liði KA er þá strax orðin úrelt. Gaman að því. Þetta er álum missefnaðið það. Æja. Þetta er komið að stað. Við erum ekki alveg með varamannabekkin hjá fylkismönnum. Nei, við fengum henni bara byrjanliðið hjá gestunum. Byggðist. Þessi verður svona smá fáláts af því. Brynjar með boltan hérna á Hrannar. Gefur hann beitt á Helga Val. Gamli maðurinn spilaði á móti Þór og Hundæðinu og hérna aftur. Alveg úthald þarna. Já, greinilega verið dullur að hlaupa í COVID-tímunum. Þetta er ekki stífluhringinn hjá Árbænum. Þekkt hlaupaleið. Útlaða fyrir leikmaður fylgis. Já. Það er að segja bólta. Já, spilaði þetta með Viktor Lekvi og mörgum öðrum góðum. Já, fylki má þetta eiga. Það er mjög skemmtilegu klúbbur. Léttleiki og svona. Já, þetta er svona fjölskyldu klúbbur og ég er bara eiginlega ekkert neikvægt fylki að segja, sko. Nei, það er eiginlega, þú heyrir eiginlega engan tala illa fylki. Nei, þetta er svona mjög næs klúbbur, sko. Og ekki vestnaði þegar Atlisveit tók við þeim. Heldur betur. Ég verði ekki, ég hef gríðarlega trú á Atla sem þjálfara. Og ég er bara mjög spenntur að sjá fylkisliðið í sumar. Þó við maður vorum auðvitað að þið fara ekki upp fyrir okkar menn. Hrannar fekk hérna einn á lúðurinn en virðist alltaf harka þetta af sér. Það fær nú ýmislegt að taka Hrannar úr leik. Brynjar gefur hann á Bjarna sem framlengir á Mikkel. Mikkel hérna uppvinstara megin á Jibril. Spurning hvernig á að bera þetta fram, hvort maður segir Jibril eða Jibril. Mér líst betur á Jibril. Já. Hrannar dæmdur rangstæður. En já, það er bara að segja, mjög fínt viður núna, aðeins lægt í vindin, en vonandi var að heyrist minna í honum núna, þetta er enn í fyrirháleik. Boltinn verið meira á jörðinni. Já. En þetta var held ég vindur en engin svakalegu faktor í því í fyrirháleik. Aron með sendinguna á Brynjar vinnuskallan. Þessi fór heiminhátt. Jibril eltir hann en þetta endar á Aron í markinu. Já, ætla þess ekki annað leikur í röð hjá fylki sem að eru Aron báðuminn í markinu. Já. Gaman að því. Rodri. Gefur hann að Bjarna en fylkismenn komast inn í þetta. Arnór með hann hérna hægra megin. Keyrir upp, keyrir inn á miðuna. Það reyna þrýtningin en þetta er ólangt og aftur fyrir. Já, fyrsti leikur KA svo í Pepsi-Max-deildinni verður útileikur gegn Skaganum. Bara 14. júní, eitthvað svoleiðis. Já, þetta er svo bara eins og í fyrra, þá var fyrsti leikurinn á Skaganum. Svo Víkingur heima. Já, þetta svona mikilvægt að byrja vel því að þetta verður alltaf svona aðeins öðru sér sumar. Já, leikið svolítið þétt. Og allt í beit. Engin landsleikjalíða fyrir held ég seint og síðan meir. Einmitt, þannig að það getur mjög erfitt fyrir liðið að svona ná að
svita sér í gangi ef að sumari byrjar illa. Þetta því að það minna pásur. Mikkel skallar þetta aftur, Arnór Gauti í baráttunni við Hadda. Reynir skot en Aron Dagur verið þetta vel. Hrannar með boltan upp á Nökkva. Ásgeir Eðursson kemur þessu í innkast. Já, Hrannar tekur þetta. Inn á Bjarna. Hrannar brýtir þarna á Helga Val. Ekki dæmt. Nei. Og svolítið með hendunar í bakinu en ekki dæmt. Hallgrímur reynir skot. ætla að testa Aron í markinu þarna en hann átti auðvelt með þetta. Fylkismenn missa hann út af svolítið svona erfitt að eiga við boltinu og leiður honum að skoppa svolítið svona bara fer hvert sem sko. Já, þetta er ótrúlega völlur. Broti á Djibril ekki dæmt. Já, það er svolítið mikið leift núna, bara í þessum leik. Mikkel vinnur skallan. Þetta verður örugglega algeng setning í sumar. Það er nákvæmlega að segja. Arnór brýtur á Ívari sem liggur eftir. Gult spjald á loft hérna. Já, svo voru hans í lagi með Ívar, hann allavega heldur áfram með það. Mikkel yfir á Brynjar. Gefur hann á Grímsa. Dæmdur brotlegur. Bjarni með boltann á miðinni. Pressaður. Broti á honum. Já, það er ekki bara inn á vellir eins og eru örar skiptingar væntanlega á næstunni. Hér er Andri Freyr Björgvinsson mættur á myndavélina á okkur. Grímsi og Mikkel standið við boltanum. Hallgrímur tekur þetta væntanlega. Já. Oj, heyrðu. Þetta var alvöru spyrna. Hálf gali að taka skotið hann en já. En Grímsi er frábært skot. Magnaði skotmaður, hérna kemur þetta og þetta var frábær varsla hjá Aroni í rammanum. Hallgrímur með hornið og Aron kýlir þetta frá. Nökkvi hérna. Rodri, þetta var hættileg sending en hann hafði að halda þessu, káa boltan. Vel getur Rodri að ná til bolta sann. Nei, það fór af Fylkismanninu. Já, sér að endanum. Já, hann er... Ég held að hann hafi rugglast á áttunum. Já, ég held að þessi ekki líklegast í stöðinni hérna. Binni sendi hvað það. Hrannar inn á bróður sinn með Ívar hérna vinstra megin. Ívar. Boltinn endur engasti. Og þá trítlar Mikkel að boltanum. Já, hann tekur þetta.
Hér kemur þetta. Og Ásgeir skattar þetta frá. Þetta er vel gert hjá Mikkel í Mikkel. baráttunni þarna. Fylkismaðurinn liggur eftir. Já, stu boltan út þarna. Klálega engin ásetningur í þessu. Mikkel reyndi bara við bolta þarna. En það var ekki dæmt. Ragnar Bragi að aðstoða Sigur við dómgæsluna. Þess að bændarum ákoma að betur fara. Já, dómarinn þarf líka að koma sér í stand. Það er ekki bara leikmenn sem eru dottir úr leikæfingu. En þess að sem búið að vera bara ákveðlega dæmt í dag. Það búið að vera svona skýr lína að hann má bara ýmislegt. Og það er búið að ganga saman að báðanliðum. Það var gömlu góðu fangelsisreglurnar. Prison rules. Hann kannski einhver verið að horfa að leikja á Ronaldinho. Langur bolti sem endar hjá Aroni. Ég hugsa þetta að hann væri með strangari línu að það væri bara örugglega svona 12 spjöld búin að koma, sko. Já, það hætti því. Það hefði alveg getið verið komið 2 gul á fyrstu mínútunni. Tala hann ekki markið fræga sem að svona við nánari athugun. Bolti hann líklegast ekki komin inn. Já. En var alltaf allan daginn á leiðinni inn í markið. Og það sem heitir ræfingarleikur, þá er fínt að liðin séu fullskipuð. Hallgrímur missi boltan frá sér hana. Og Fylkismenn glatt honum. Broti að Ívar búinn að fá að finna fyrir því hérna í seinni hálfleik. Já. Hvað annað þriðja skipti sem hann Já, var eitthvað svona hnjask. Það var örugglega allavega eitt skipti fyrri hálfleik líka. Já, þetta fyrsta myndinni. Þannig að, já, hann er búinn að vera mikið í baráttunni. Hann er svo sem vanið því, baráttu hundur. Gríðarlega vinsællega á stuðningsmönnum KA, enda ekkert margir með meira KA hjartaldur en Ívar. Frábær karakter. Algjörlega frábær. KMR fór í hornspyrnu. Pappa hans Ívar Árni Freysteinsson var Íslandsmeistari með KA 89 og var einmitt formaður Hanglandsdeildar KA þegar þeir eru Íslandsmeistari 2002. Hann er heldur betur mikilvægur í stórum titlum KA. Og bara spurning hvort sonurinn á að leika þetta eftir. Engin pressa. Engin pressa. Hallgrímur með spyrnuna. Mikkel í baráttunni en Fylkismenn koma einna hratt. Þeir eru í góðri stöðu. 4-3. Þórður Gunnar hérna í kapplaupi við Rodri og Rodri. Nei, það var markspyrna ekki. Nei, það getur ekki verið. Það var Rodri sem fór fyrir þetta. Það liggur Fylkismaður eftir hérna á hinum með undan vallarins. Já. Við skildi bendinguna hjá Sigga. En já, þetta var vel gert á Rodri. Það var það langt á eftir honum að ná að teyga sig í boltan. Sé nú ekki hver það er sem að liggur þarna. En það eru ekki með öll númer á hreinu hjá Fylkismönnum. Nei, eins og ég segi, við fengum bara upplýsingar byrjunarliði. Sé að þjálfarinn er þarna. Sé að Sam Hjússon er að gera sig klára. Þetta var Orri Sveinn Stefánsson sem að lága þarna. Hann er komin upp á fættunar aftur og ætlar að halda áfram. Já, Sam Hjússon er að gera sig kláran á bekknum að koma inn á. Já, sýnir hérna tattúin á bekknum núna. Kökuskrýmsli eins og hann er kallaður. Hann vill láta kalla sig. Já, það er þetta mjög áhugavert að vilja láta kalla sig það.
Káa líka að fara að gera breytingar. Ég sé að það er allavega 4 hérna að gera sig klára. Andri Fannar, Ásgeir, Gunnar Örvar. Eða 5 að þessu. Steinþór líka, Ímir. Allavega 4, kannski 5. Já. Þeir eru allavega að fara yfir einhverja. Það er bara kennslubók á bekknum. Móta menn séu búin að læra vel. Daði með hotspinnuna. Og Rodri kemur þessu. Bjarni, það er að hreinsa þetta lengra. Það slapp til. Brotið á Grímsa. Já, Káa virðist að gera 5-falda skiptingu. Fylkir að henda kökurgrímslinn inn á. Já, þessi lið mættist nú í lokaleik síðasta tímabils. Á vann Káa 4-2 sigur sem að tryggði einmitt að liðið endaði í 5. sæti deildarinnar sem að hefði verið talað mikið um. Fáið enn eitt Mikkel Special. Það reyðar svona að agndofa yfir þessum innkastum. Hvet alltaf til þess að fara á YouTube og finna Mikkel Kvist þar. Hér kemur þetta, Aron slæðir þetta frá og boltinn endar hjá Ívari sem að spinnur þessu yfir markið. Og hér ætla Káa að gera breytingu, 5 leikmenn að fara að koma inn á og fylgismenn einnig. Það er Arnór Borg sem fer út af og Sam Hjússon sem hann kemur inn á í hans stað. Já, meðan það á sér stað þá sjáum við aftur hérna innkastið. Mikil hætta upp í mark gestana hana en þeir sluppu með skrekkinn. Já, það er sem sagt Rodri færi sig niður í miðvörðinn í stað Hatta sem fór út af og Andri Fannar og Bjarni er á miðjunni. Ásgeir, Gunnar Örvar og Hallgrímur eru fremstir. Stálmúsin á, hann er hægri vængbakurður og Ímir er vinstri vængbakurður. Já. Og byrju nú við. Já, ég segi þið búið að vera svona bara ágætis leikur. Eðlilega var ekki farin flugvöldasýning í fyrsta leik eftir COVID. Nei, þetta búið að vera svona aðeins rólegri seinni finnst mér. Káa búið meira með boltan en ekki skapa sem neitt merkilegt. Hér geysast fylkismenn upp. Sýnst það að vera Þórður Gunnar sem er hér í góðri stöðu, gefur hann fyrir og Brynjar setur þetta í burtu en fylkismenn, Sam Hjússon nýkominn inn á með skot með vinstri fæti sem hann fór yfir. Þetta er vel gert af gestunum hérna að leggja boltan út en skotið ekki á ramman. Kæmur óvart ef að fylkismenn er ekki fleiri mörk í þessum leik. Finnst leikurinn eiginlega það opinn. Bæði lið búin að vera oft líklega í svona fyrstu leikadrifum. Hér er það Steinþór Freyr sem liggur eftir baráttu við Daða. Steinþór Freyr alltaf nýkominn inn á. Hann veist alltaf harkat af sér. Mikið högg hérna
undir bringspælunar. Já. En einstein þá náttúrulega ástæði fyrir að hann fær viðurindi Stalmúsin. Mikkel hann fær pressa á sig. Við þurfum að koma inn í smá vandræði. Og sendi boltan. Nei, hann fór ekki út af. Jú, ég ætla ekki nei, hann fór ekki út af fyrir en að Ragnar Bragi tók hann. Þetta var alveg ótrúlega vel leyst með hvað stöðum að koma inn þarna. Sko hvernig völlurinn tættist upp hérna þegar Andri Fannar hérna snýri sér til að taka spyrnuna. Það er klárt mál að völlurinn þarf ekki meiri tíma. Brynjar með langa bolta hérna, Fylkismenn komast inn í þetta. Þórður Gunnar hérna upp hægri í vanginn. Hann er að vera líflegur finnst mér. Já, sammála því. Svona helsta ók þeirra fram á við. Hér er Sam Hjúsjón. Skiptinguna aðeins og langt. Já, það er búið að tala, finnst það fyndið, það er búið að tala mikið um það hvað þetta muni hjálpa völlunum mikið að byrja svona seint. Hvernig hefði verið að vera á Greiðavellinum í byrjun sumars ef það hefði ekki verið COVID-tímar. Veturinn var það erfiður. Einhvern tímann í byrjun maí. Það hefði ekki gerst held ég sko. Nei, þá hefði vantalega þurft að byrja á Þórsvelli. Ég vil helst ekki hugsa það til enda. Það hefði verið. Við hefum bara gert eins og IBF í handboltanum árið þegar voru að skipta parkett. Byrjaði bara á 6 útileikjum, tekið svo bara allan júlí bara með heimaleiki. Já, það er sennilega ekki, gerist ekki í fótboltanum. Nei, og gruna með að það hefði verið eitthvað mótmælt á stuðningsmönnum KA að fá engan heimaleiki í fyrstu 6 umferðunum. Andri Fannar brýtur hér á Sam Hjússon. Það eru því núna komnar mjög jákvæða fréttir að það er komið núna að stað viðræður milli bænum að opinbera viðræður uppbyggingu á KA-svæðinu, þannig að það fyrir vonandi að styttast í að við fáum alvöru völl á KA-svæðinu. Heldur betur. Já. Það er alltaf bara bylting fyrir félagið. Kemur þetta sendar hjá Aroni. Bjarni með skiptinguna á Ími. Ragnar Bragi skallar þetta frá. Brynjar Ingi búinn að vera mjög mikið í boltanum í dag. Já. Svolítið falli hans skauta beru boltan einhvern veginn. Það er spurning það sem er ráðan gert hjá gestunum, en hann hefur leyst það bara vel. Ég veist hann þetta mjög góður á boltan, þannig að það væri skrítið að lefa honum að beru boltan. Það er allavega sendingin á Ásgeir sem er sennilega langt fyrir innan en ekki flaggað. Nei. En það snert hann ekki boltan. Svo náttúrulega ég segi, gott mark hjá Brynjari sem að skilur liðina að. Hann hefur heldur betur átt góðan leik til þessa. Bjarni með boltan hérna, keyrir á Fylkismenn Rangstad. Fylkismenn ætlar að gera breytingu. Við erum alltaf ekki hugmynd hvaða leikmaður þetta er. Það er ekki með neina skýrslu en eitt í höndunum. Þetta er líklega Stígur Annel Ólafsson sem er að koma inn á. Það er að segja að það er ennþá sömu númeru í síðasta leik í Lengjubikarnum. Það er spurning að hann á að stíga upp.
held hann sé hlýtur að vera sonur Óla Stígsson sem þjálfara annars þjálfara Fylkis. Ég myndi gera ráð fyrir í 2001 módel. Hann eitthvað skildur honum. Rodri með langa bolta. Gunnar hérna örvar eftir þetta. Boltinn innkast. Nokkuð algeng setning í þessum leik. Mikkel Arnór Gauti aðeins og setn er á gulu. Það bolta eigum við það ekki. Jújú. Andri Fannar búinn að draga sig hérna niður. Bjarni setur hann á Brynjar, sendingina svo aftalega. Já, seinni hálfleikur búinn að vera aðeins rólegri. Já. Brynjar með langa skiptingu á Mikkel sem að vinnur innkast. Já. Vilti svona eitthvað svona hálf pirraðar þarna en já, ég er bara ótrúlega ánægður að vinna innkast. Hvað ætlar að gera skiptingu bráðum? Sennilega eftir þetta innkast. Já. Sveinn Margeir að gera sig kláran. Kemur þetta og mikil hætta en Fylkismenn skalla þetta í horn. Já, það er mikil hætta að þessum innkastum. Svo sannarlega. Þessi varandir. Hallgrímur tekur þetta stutt á andra. Og Steinþór með hann fyrir utan tegi skotfæri. En þetta ekki vel. Ekki alveg nóg gott. Ímir með sendinguna. Fylkismenn. Boltinn endar hérna á Hallgrímur sem kemur á ferðinni. Bjarni með hann hérna. En Brynjar Ingi náði ekki boltan hann. Það er góð hreyfing á Binna þarna en komst ekki boltan. Og það er skipting, Sveinn Margeir að koma inn á. Hallgrímur koma að velli. Já. Það er fínt, við þurfum svo sannarlega á Grímsstað að halda í sumar, þannig að það er fínt að taka ekki róð þar að sensa. Búin að standa þokkalega fyrir sínu þessar 73 mínútur sem búinir eru. Aron með langa spyrnu hérna, Andri og Helgi Valur í baráttunni. Boltinn endar á Sveini með sendinguna. Það var fín hugmynd. Sveinn Margeir lætur finna fyrir sig strax. Andri hérna í pressunni, Helgi Valur. Hann verðist alltaf að spila endalaust. Sveinn Margeir felldur hérna niður, aukaspyrna. Ásgeir Eyþórsson brýtur á honum. Já, þetta er strax mikið fyrir Sveini, en þetta er virkilega spennandi ungur strákur. Og ég er alveg viss að hann mun spila þokkalegt hlutverk að KA í sumar. Algjörlega. Bjarni með spinnuna hérna. Og fýtt bolti, Helgi Valur skallar þetta frá. Steinþór. Já, Bjarni. Brotlegur. Þetta er rétt.
Já, kortir eftir að þessu og svona, eins og segi, seinni hálfleikur ekki búið alveg all líflegur og eins og vorum að vonast til. Langur bolti sem endar hjá Aroni. Svolítið verið í saga þessa leiks. Já, enda. Langi boltar sem að eru ekki nákvæmir. Og endar hjá Aron í markinu, enda Aron báðum megin. Rodri í smá vandræðum hérna en fær boltan aftur. Hér eru Fylkismenn að keyra upp vinstri vænginn. Mikkel brotlegur. Já. Gestandi með aukaspyrnu hérna. Já, kjósanir í stöðu. Svingu nú allavega 3 svona aukaspyrnur í fyrri hálfleik. Hér er Aron Dagur sem að nær að halda boltanum. Hann er ekki farin. Það þarf alltaf allir að fara út af, þannig að held þessi bara rétt. Já, mér fannst hann ekki vera, skil ekki alveg hvað hann var að ekkert á þetta, boltinn áfram. Orri Sveinn með henni aftast á Ragnar Braga. Langa bolta, Arnór Gauta. Mikkel kemst inn í þetta og Rodri Ímir með boltan hérna, missir hann. Ragnar með skiptingu hérna yfir Fylkismenn. Keyra á okkur hérna. Og fyrirgjöfin en þetta kemst Brynjar Ingi fyrir og það er hornspyrna. Það eru hérna 2 að fara að taka þetta snöggt. Sam Hjússon með fyrirgjöfina en Andri Fannar bæðir þessu frá. Ragnar Bragi með langan bolta. Aron Dagur ætti að taka þetta. Jæja. Brynjar með sendingu á Svein Margeir. Ekki rangur. Jú, ok. Ég fannst hann eins og alltaf myndi sleppa með þetta. Fylkismenn var að gera skiptingu. Hákon Ingi Jónsson sennilega kom inn á. Sýnst það vera hann. Jú, það er rétt hjá þér. Arnór Gauti kemur á velli. Sveinn Margeir kallar þetta á Gunnar. Steinþór með hættulega sendingu þarna háan boltinn á miðsvæðið en þetta endar hjá Ími. Sem að gerir vel hér. Já. Leikur þarna á Fylkismanni með Bjartsýnis fyrirgjöf. Já, eða lélegt skot. Já. Nei, hann voru svo sem að gera þetta ágætlega fram að fyrirgjöfinni í mér og svona búinn að koma svona með smá spretti eftir að koma inn á núna kringum 60. mínútu. Hér er Sveinn Margeir, gefur hann á Steinþór Frey sem er hérna með sendingu, reynir inn á Ásgeir en Ásgeir Eyþórsson kemst inn í þetta.
Þetta er engin. Neip. Bjarni vinnur bara boltan. Frábært gert ég Bjarna. Eftir þessa sendingu þá gerði hann virkilega vel að stíga upp og taka boltan að það. Mikkel með skiptinguna á Steinþór sem vinnur boltan. Gunnar Örvar baráttunni við Ásgeir Eyþórs og vinnur hornspyrnu. Já, líka mjög gaman að sjá Gunnar Örvar aftur í gulu káa treyjunni. Það stóð sér mjög vel á undirbúrstímabilinu sem er ennþá í gangi en skoraði þó nokkuð af mörkum og gerði vel. Bjarni með hornið fer af Ragnar Braga. Steinþór skallar þetta en Hákon Ingi Jónsson er með þetta hérna og reynir að taka andra á en missir boltan út af. Ímir með innkastið á Gunnar en Fylkismenn koma sér frá. Hákon Ingi Jónsson í baráttunni við Rodri. Sprækur nýkominn inn á. Fylkismenn halda boltanum hérna. Sam Hjússon með skiptinguna. Hákon sem að skallar þetta en Brynjar Ingi kemst inn í þetta. Helgi Valur hérna skiptir yfir á Ragnar en hann fer ekki gegn Gunnar Örvar. Það var svona grottarlegt hjá Ími. En markspyrna er niðurstaðan. Já, 7 mínútur eftir að þessum venjulega leiktíma og svo einhver smá uppbótartími vantarlega. En ég segi svona Sveinn Margeir skalla þennan út af. Já, ég segi ég var ánast eftir aðeins meira lífi í seinni hálfleik. Bara þess að sé búið að draga upp á hann liðunum, kannski lítið leikæðing og svona. Já, já. Og eins og fyrir að bara mjög með lítið flæði í þessum leik. Þetta er ekki, ég er ekki að fara að horfa á hann leik aftur og eftir. En Fylkismenn koma hérna, keisast upp. Mikkel í baráttunni Þór brýtur á honum. Loftbrot og gult. Gæti þessu trú að ég var þó nokkuð sem að hlusta á leikina eftir. Það var stórkosti lýsing hjá okkur hérna. En þetta er Sam Hjússon stendur upp boltanum, þetta er bara aukaspyrna á fínum stað. Síðan Birgir Baldinsson er að gera sig kláran á bekknum, hann hlýtur að koma inn örugglega fyrir, kemur ekki á orð, hann kemur fyrir Mikkel. Já, Otto Björn er líka á bekknum. Ég ætla að kalla hann Otto Frey á hann. Það er svo langt síðan á fótbolta, það var bara hann að Þetta taka þetta stutt. Þetta var reynda vel gert. Káalið hálfsofandi þarna. Sjáum þetta aftur hérna, þetta var vel gert hjá gestunum. Röndu boltanum hann fyrir fram á teginn og skotið er ekki á ramman. Þetta er eiginlega svona Fylkis sóknarleikurinn í hnotskroti í dag. Er búin að koma sér ákveðslega stöður en hitta lítið á ramman. Já, það er ekki búin mörg skot á mark í dag. Ekki mikið búin að reyna á Aron Dag. Nei, það er bara búin að reykra fyrirgjafur sem hann hefur þurft að betja sér eitthvað.
Spurning hvort að við þurfum að rifja upp knattspyrnuskólann beint í mark. Gamlu VFS-fálurna góðu. Ég man ekki alveg til þeim. Jú, það fyrir þeim tíma. En það var eins og við sögðum á hann, Mikkel kemur út og Birgir Baldursson kemur inn á. Já. Biggi búinn að vera að stíga upp úr meiðslum. Þetta líka einmitt enn einn öflugur og flottur strákur hjá okkur. Bjarni hérna brotið á honum, Ragnar Bragi. Bjarni með aukaspyrnuna hérna og Fylkismenn skalla þetta upp í loft og það er áspyrna. Já, það er Sveinn Margeir sem tekur hana. Grímsi kom út á og Bjarni er núna í teg. Ætli Bjarni skorar það ekki bara? Já, það er ég ætla að kóla þetta. Bjarni er að fara að skora. Nei. Það var reyndar ágætlega útvært. Skallin var ekki hitt maður. Nei. Getur ekki fengið allt í þessu lífi. Nei, svo sem búinn að fá mark frá Binna. Kannski fyrir mikið að biðja 2. Það er athyglisvert að Helgi Valur sé búinn að spila hérna allan leikinn fyrir Fylkismenn. Já, sammála því. Það er greinilega nóg á tanginum í honum. Gunnar Örvar hérna í góðri stöðu, kemur upp hægra megin hérna. Og með fyrirgjöfuna aðeins svo langur bolti til að Ásgeir ná honum og þetta endar enga stig. Þetta var virkilega vel gert ef Gunnar að koma sér í þessa stöðu en já. Sendingin náði ekki að gera. Geir er alltaf nýbúinn að skrifa undir nýja samningu KA út 2022. Mikið fagnaðarefni. Heldur betur. Sam Hjússon hérna á Hákon. Helgi Valur hérna yfir til vinstri. Hákon í baráttunni við Rodri. KA-liðin er að koma sér fyrir afturboltan og fyrirgjöf hérna á fjarstöngina. Biggi Bald stangar þetta frá. Kemur Aron að Sam Hjússon með sendingunni út á hægri. Þetta er Kingsaran. Já, þetta var heldur óheppilegt. Helgi Valur kominn þarna framar, reyndi hælspyrnuna. Já, þokkaleg pressa núna á KA-liðinu. Gestinni greinilega ætla sér að ná inn í jöfnunarmarkinu. Steinþór Freyr vinnur boltann hérna. Og Bjarni í baráttunni við Ásgeir. Þessi bara endar, nei, Binni hlustar ekki og heitir ekki mark. Þetta var, já, Binni vikinni mistök sín. Ja, þetta slatt til. Já. Ég held að Hákon, hann hafði kannski alveg aðeins meiri tíma en kannski erfitt að halda boltanum þannig að hann kemur svona ofalega. Já. Aron með spyrnuna venjuleg leiktími liðin og verður væntanlega ekki miklu bætt við.
Nei, það var ekki eins og 1 sekúnda í fyrri hálfleik. Bara fleiri skiptingar en þessi bolti endar hjá Aroni og hann ekki undir neinni pressu. En einn langi ónákvæmi boltinn. Já. Ásgeir með sendingunum, Gunnar Ára sem rangstæður. Já. Fylkir bara að taka þetta snögt hérna. Rodri í baráttunni. Hákon í baráttunni með Andra Fannar. Káa með fína pressu hérna. Sveinn Margeir. Sveinn frábærlega. Og það er innkast. Já, komið 91 mínúta á klukkuna. Það endi ekki í 2-3 mínútum eins og venjan er. Sveinn Margeir framleikir hérna Ásgeir og klárlega brotið á honum. Komið 92 mínútur núna. Káaliði svona að sigla þessu. Bjarni reynir bara skotið, þetta beint á Aron í markinu. Já, allt til að reyna þetta. Birgir skallar þetta út af. Bjarni skoraði þó nokkuð aukaspyrnu mörkum á undirbúrstímabilinu. Þá er leiknum lokið. 1-0 sigur Káa á Fylkismönnum. Já, svona það var alltaf ekki heilt yfir, fannst mér Káaliði svona aðeins sterkari aðlið þótt að það hefði nú verið svona þokkalega jafnt. Já, seinni hálfleikurinn ekki mikið frögað allavega, ekki það fyrir hálfleikurinn hafi verið eintóm skemmtun. Nei, hann var þó skárri. Já. En jú, sem kannski kíkja á markið sem að klára þetta fyrir Káaliði. Sjáum þetta fyrsta venjulega hraða hérna. Hér kemur innkastið frá Mikkel Kvist. Og vinni með skallan og þessi er allan daginn á leiðinni í markið og Salomon Stómur að dæma bara markið og ekkert spjald á loft. Sjáum þetta svo einu sinni aftur hægt áður en við förum að setja gott hér í dag. 1-0 sigur Káa staðreynd. Hér kemur Mikkel Kvist með innkastið. Aldrei nokkuð vafi að þetta hefur allavega verið markið að víti fyrir Káa. Og já, 1-0 sigur staðreynd. En einhver sem heillaði þig meira en aðrir í dag, Steini? Já, mér fannst Brynjar Ingi vera góður í vörðunni. Og Bjarni Aðarsteinn bara fínn á miðjunni líka. Já, ég var líka að hrósa Djibril Aboubakar. Það hefði lítið sér til hans en við fannst hann allavega svona, það var greinilegt að hafa mjög æstur í að sína sig og svona, það fór svolítið fyrir honum. Það verður gaman að sjá meira á honum, sjá fram á móti og bara í fyrstu leikunum. Já, algjörlega. Annars held ég að við fyrir bara að fara að segja þetta gott hér í dag. Búið að vera gaman að sína loksins aftur leiki beinna Káa-tíði hér á Greiðvallinum og þakkaði kærlega fyrir samstarfið Steini í dag og við sjáumst ferskir á vellinum í sumar. Takk og bless. Já, bless.